Systir María Luisa, ég mjög glaður að vera hér fyrir framann þig í návistinni og vil beina til þín spurningu byggða á Biblíunni. Fyrsta bréf Jóhannesar, kapli 1, vers 5-9. Spurning mín eða spurningarnar eru, hvað þýðir að hafa samfélag við Guð? Og einnig, hvað þýðir það að hafa samfélag sín á milli? Vinsamlegast útskýrðu fyrir okkur, systir, hvað þetta merkir. Að eiga samfélag við Guð að vera með Guði, lifa með honum, ganga með honum. Og hvernig vitum við að við erum að ganga með Guði? Hvernig vitum við að við höfum Guð? Vegna þessa verk okkar, gjörðir okkar segja okkur að við erum með honum. Við höfum lært orð hans, trúað á hann, séð eða erum að sjá boðorð hans og við höfum horfið frá syndinni. Og þegar við höfum horfið frá henni, þá hefur hann gefið okkur heilagan anda sinn og gefur okkur fyrirheit. Já, hann birtist á stórkostlegan hátt í lífi okkar, talar til okkar í draumum, sýnum, opinberunum, spádómi, gerir kraftaverk, hefur læknað sjúka, gefið fólki frið og hamingju. Þetta lætur okkur vita að við göngum með Guði, að við höfum Guð. Þegar ég með Guði, reyni ég alltaf að þóknast honum í öllu, að hafa miskunn með fólki, samúð, elska fólk, hjálpa fólki, biðja fyrir þeim. Þetta einnig samfélag. Við erum öll í samfélagið við trúum á það sama. Við trúum á Guð sem opinberar sig í anda. Við trúum á Guð sem talar í Biblíunni. Við erum hér að leita hans, að læra. Það samfélag. Það að eiga samfélag. Ég trúi á það sem þú trúir á. Og veistu af hverju ég trúi á það sem þú trúir á? Vegna þess að hér erum við saman. Við höfum samfélagið við skoðanir mínar eru skoðanir þínar. Mín leið til að elska Guð svo sama og ykkar leið til að elska Guð. Mín löngun til að þóknast Guði einnig ykkar löngun til að þóknast Guði. Það samfélag. Það að eiga samfélag. Að við séum sammála. Sammála margt. Höfum samfélag. Tölum saman. Það það. Við tölum saman. Þú vilt fylgja Guði. Ég líka. Það samfélag. Og með Guði það hið sama. Drottinn vill að við séum góð og réttlát. Og hvers vegna? Við hann góður og réttlátur. Það samfélagið. Þar tölum við saman. Og við höfum sama hugarfar. Sama hugsunarhátt. Sama kærleika. Þann sama kærleika sem Guð hefur til allra. Hann ætti ég einnig að finna til ykkar. Það það sem kallast að eiga samfélag við Guð og samfélag hvert við annað.